Þið eru komnir með þessa niðurstöðu eða útskýringu á hlutverki og vinnumáta spennustýringar rafala, að halda spennu rafalans réttri og stöðugri með því að skynja spennu frá rafalan og bera saman við óskildi. Það virkar þetta eins og reglir, og yfirleitt er einhver reiðspenna sem kemur inn annaðhvort frá þriggja-fasa sátri sísegulrafala eða hluta af sátri aðalsátrinu, og síðan er það afriðað og svo stýrum við jafnstraumnum inn á pólhjól. Já, sko, það þarf ekki endilega að þetta sé sett inn á pólhjól rafalans strax, en það allavega endar þar. Fer inn á pólhjól rafalans til að stjórna spennunni. En jafnstraumurinn fer sem segulmögnunarstraumur inn á segulpóla í húsi rafalans oftast, til þess að segulmögnunar rafalan. En ok, þetta er svona gróft tiltekið hlutverk og vinnumáti. Þá er það B-liður og við höfum að teikna kraftrás spennustýringarinnar, og það er sama mynd og er 8.1a. Þetta er ekki öll stýrirásin, en þessi mynd kemur nefnilega fram á blaðsíðu í bókinni á okkur, blaðsíðu 90, efst á blaðsíðu 90, þá er þessi mynd, þar sem að við erum með þrjá fasa inn, og þetta er miðað við þrjá fasa frá sátri sísegulrafala í þessu tilfelli. Já, þessi er þriggja fasa spenna inn frá sátri sísegulrafala, og þetta er ekkert mjög há spenna. Þetta er svona eitthvað, ég man ekki hvort þetta er 100 og 120-130 volt, eitthvað svona, ég man ekki alveg nákvæmlega, en þarna höfum við bara 4 díóður í staði fyrir 6 díóður til þess að búa til svokallaða ófullkomna afriðun. Og það er til þess, eins og við fórum í gegnum í síðasta tíma, það er svo að við getum slökkt, eða haft 0 tímabil til að slökkva á þessum týristor hérna í rásinni. Hvað er þetta P6 saman? Þetta er mælipunktur, punktur 6, P6. Þetta er til þess að sjá þessa ófullkomnu afriðun. Hérna sjáum við sjálfa spennuna, ef að þetta er öll spennan sem við fáum frá þessari rás hérna. Þessar 4 díóður hérna búa til spennu sem að lítur akkurát út eins og við vorum að horfa á. Hérna frá vinstri kemur með sér líka núlltengingin. Það er pinni 1 hérna, eða punktur 1, eða P1, og síðan er P2, P3, P4, það er þetta er riðspenna. Þess frá sátri sísegulrafalans, og svo eru þessar 4 díóður sem búa til þessa ófullkomnu þriggja-fasa afriðun. En ok. Hvað er P5? TR5. P5? Nei, P5. P3, P4, P5? Það er bara reyndist það? Nei, sem sagt, það eru hérna fleiri punktar örglega hérna. Vantar, er talað um eitthvað hérna? Nei, hefur ekki skrifað eitthvað vitlaust það? Nei, sorry. Já, sko. Ég skrifði að þetta var svona P5 og Við þurfum ekki meira þessa mynd hérna. Þetta er næsti liður. Hérna er næsta spurning. Hvað gerist í base rás transistor 1? Er það ekki næsta spurningin?
á mynd 8.4 þegar að spennan á tengipunktum 2-3 lækkar. Tengipunktar 2-3 það er hérna hægra megin á myndinni. Það er þessi og þessi. Þetta snýr náttúrulega öðruvísi í bókinni hjá okkur. En þetta er raungildi spennunar inn frá rafalanum. Og ef að verður meira álag á rafalan, þá er eðlilegt að spennan lækki niður og það þýðir það að spennan hérna inn á R6 sem við sjáum svolítið illa hérna, þannig ég ætla að færa mig yfir á aðra mynd, að hún lækkar. Ég ætla að fara hérna niður á þessa mynd hérna og ég þarf aðeins að minnka þetta. Sjáu þið þessa hér, ég ætla að... Nei, þá sjáu ekki hvað stendur, en ég ætla að... Spennan hækkar. Já, ég get hugsanlega að laga þetta og ég get hugsanlega líka sko stækka hérna bara letrið, þannig að sjá þetta betur. Já. Er það í lagi? Svona? Þetta ætti að geta... Svona? Þið sjáum hérna að hérna er punktur 2 og 3. Þetta er raungildið inn frá rafalanum. Og það er búið að setja hérna nokkrar mótstöður til þess að lækka spennuna niður fyrir þennan litla spenni hérna sem að yfirfærir raungildið frá rafalanum inn á spennustýringuna. Svo að hérna, þið sjáu það er algjörlega rafmagnslega aðskilið rásinn inni í spennustýringunni og rás sem sagt rafalans, raungildi rafalans. Þetta yfirfærst bara með segursviði, ekki satt. Þetta raungildi er afriðað hérna með 4 díóðum og það verður þarna hérna pluss og mínus og það er jafnað hérna með þessum þétti, þannig að spennan verður tiltölulega stöðug hérna yfir R6 en hún náttúrulega tekur breytingum ef að spennan breytist milli 2 og 3. Ef að raungildi breytist þá breytist spennan yfir R6. Þannig að við getum þá í rauninni kallað í þessu tilfelli R6 sem spennu yfir R6 sem raungildi spennu. Nú sjáum við að við höfum hérna senerdíóðu fast tengda á þennan stað sem að R6 er líka tengdur. Það er þannig að senerdíóður þær eru tengdar yfirleitt bakspenntar og í raðtengingu við eitthvað viðnám eins og hérna R8 þannig að það er festa spennu hérna yfir sig. Restinn af heildarspennunni hér fellur yfir þá R8 og þannig að spennan sem sagt frá mínusnum og upp í plúsin hérna hann fellur sem sagt það verður alltaf föst spenna sem er spennan á senerdíóðinni og svo pluss einhver rest yfir R8 þá er hann komið með heildarspenna hér. En af því að það er föst spenna hérna yfir senerdíóðuna þá verður alltaf sama spenna, heildarspenna, summa þessara spennufalla R6, R7 og U-base-emitter og R11. Þannig að ef við leggjum allar þessar spennur saman R11 pluss U-base-emitter pluss spennan yfir R7 pluss spennan yfir R6 þá er það sama sem spennan yfir senerdíóðuna. Eru þið ekki sammála þessu? Alveg. Þið eru alveg með þetta 100% á hreinu. Senerdíóðan, hún heldur fastri spennu hérna. Hún neglir bara spennuna á sína spennu sem að við vitum ekki nákvæmlega hvað er há en við getum sagt
eitthvað, til dæmis eins og 10 volt, bara til að segja eitthvað. Og ef að spennan fer lækkandi á raungildinu, þá myndi spennan yfir R6 lækka, en til þess að þetta gangi nú allt saman upp, þá hlýtur spennan yfir alla hina þættina að hækka. Er það ekki? Eins og við sjáum hérna á þessum bláu örfu sem að tákna þetta. Lækkar bara á R6. Hún lækkar bara á R6 af því að spennan hérna sem að er afröðuð hérna inn frá rafalanum sem raungildið, hún er að breytast, skiljið. Hún er að breytast, hún er að lækka í þessu tilfelli. Þá lækkar spennan yfir R6 og þar á leiðandi þá verða allar hinnar spennundar að hækka á móti. Það er mikilvægt að við skiljum þetta því að þetta er alveg hjartað í spennureglinu. Þetta þýðir það að til dæmis að U-base emitter hefur mest áhrif, hún hækkar og eykur leiðnina hérna á transistor 1, og ef við myndum skoða rásina hérna áfram, þá þýðir það að þá dregur transistor 1 base-strauminn á transistor 2 sem að hleður þá hraðar upp þéttin, þannig við fáum fyrr púls frá unidjónstransistornum. Og það, þess að ef við skoðum þetta hérna, já, þessi transistor hérna, transistor 1, hann er sami og þessi hér. Við sjáum það hérna uppi á efri myndinni, hún er aðeins minni, en þið sjáum að hann er að draga transistor 1, hann er að draga straumin í gegnum base-rásina, hún er hérna, sjáum við, base-rásin hérna á transistor 2. Þannig að það eykst straumur vegna þess að base-emitter spennan, sjáum við, hún hækkar. Ok, þá eykur hann leiðnina transistor 1 og dregur meiri straum, hérna base-straum, þannig að transistor 2 leiðir betur. Þannig að C5 er fljótari í hvert skipti að fara upp í brotspennu þessa unidjónstransistors transistors hérna. Og þá gefur hann alltaf fyrr sem sagt stýristraum inn á týristorinn sem að tekur þá meira af þessari spennu sem að við erum með hér. Tekur hann meiri, ef hann væri mjög snemma þá bara tækja hann hérna við sem sagt minnsta opnun og hotn mögulegt og tekur þá meiri hlutan af þessari spennu til þess að búa til þetta hérna, þetta spennubíl hérna. Já, við eigum eftir að fara í þetta. Ég er bara rétt að reyna að útskýra hvað er að gerast hérna. Við erum að taka sem sagt, ef að transistorinn hleðst upp hratt, ef að base-spennunin er há, þá erum við að taka stóran skammt af þessu spennubíli hérna. Við erum alltaf með 0 á milli til þess að slökkva á týristornum, skiljið. Þannig að það sem við erum að skoða núna er það að stýripúlsinn er að koma snemma, þéttirinn að hlaðast upp mjög fljótt og við nýtum mjög mikinn hluta af þessari spennu til þess að búa til segulmagna straum. Það er það sem við erum að gera. Ok, kíkum bara aðeins aftur á þetta og það þýðir það að við erum að fá meira af strauminn á segulvafið. Þið eru búinir þá að skrifa þetta niður hérna. U-base emitter spennan hækkar sem sagt þarlendi og stýristraumurinn eykst inn á base hérna, já, vegna þess að U-Z1 helst alltaf sem sagt jafn há, þá já, þá er þetta hérna líka þá hérna verða spennurnar UR7, U-base emitter og UR11 að hækka á móti þegar að UR6 lækkar. Þetta er bara búið að skrifa hérna inn texta það sem ég var að reyna að útskýra fyrir ykkur. Og
spennu og rafalinn lækkar. Já, förum þá leiðina, já. Þá eykst þessi sko. Ef að spennan, við vorum að skoða núna að spennan lækkar, var ekki? Já. Það er út af því að það eykst álagi á hann. Það er að taka meiri straum út af rafalanum, meira álag, sem sagt. Þess vegna lækkar spennan á rafalanum. Þá eykur hann segulmagnsstrauminn. Það er afleiðingin. Þá er hann fljótar að hlaðast upp spennan á þéttinum. Þannig við nýtum meira af þessari spennu til þess að búa til segulmagnsstraum. Þá er straumurinn sterkari innan segulmagnanna. Það er það sem gerist. Svo getum við farið í hina leiðina. Hvað gerist ef að álagið dettur af rafalanum eða minnkar stórlega? Þá eykst spennan, alveg rétt, hækkar spennan yfir R6 og hinar verða lækka á móti í staðinn. Og þá drögum við aftur úr þessu og afleiðingin er svo að við notum þá minna af þessari spennu. Kannski bara til dæmis þegar maður myndi samsvara þessum hól hérna lengst til hægri, þessum þriðja hól hérna. Það getur vel að við séum bara að nota hann. Það fer bara allt eftir í hvað spennan er mikil út af rafalanum og þetta getur við bara stilt upp í tilraunarstofunni hérna inni og séð þetta gerast, færast til, eftir í hvað spennan inn er há. Ok, næsta spurning hérna, B-liður, hvert er hlutverk TR2? Hvað er þessi TR2? Við vorum bara að skoða TR1. TR2 er hérna. Svo að transistor 1, hann dregur beistrauminn í gegnum transistor 2. Hann er öðruvísi, hann er PNP. Transistor 1 er NPN eins og við sjáum hérna, það er örinn snýr hérna niður og örinn bendir á N-efnið, þannig að hann er NPN, en af því að við erum að draga stýristrauminn ofanfrá, þá tengist emitterinn á PNP transistornum, transistor 2, upp í pluss í gegnum R12 og hann hefur í rauninni það hlutverk að hlaða þéttin. Og skulum sjá hvað stendur hérna í textanum, að hlutverk transistor 2 er að stjórna hleðslu þéttisins C5 og transistor 1 stjórnar stýristraumum inn á hann. Svona. Svo getum við haldið aðeins áfram með þetta. Hvert er hlutverk íhlutana transistor 3C og C5 og hvað áhrif hafa þeir á opnunarhorn tyristorsins? Þetta er sem sagt Silicon Controlled Rectifier, stendur þetta fyrir, SCR. Það er rauninni þessi hérna, SCR1. Já, þetta er náttúrulega Unity transistorinn, það er transistor 3. Ekki satt. Sjáu þetta svona. Nei, það var núna, já. Já, gott. Þarna talaðum díóðnar 14, 15, 16 og 17 í kraftásinni. Að þær mynda þessa ófullkomnu aðferðin eins og við sjáum á þessari mynd hérna sem að þið eru ekki með fyrir framan ykkur en er í bókinni og ég er með náttúrulega hérna og svo er spurt hérna hver tilgangurinn með þessari ófullkomnu aðferðin og það er tilgangurinn er að hafa 0 í spennunni til þess að slökkva á týristornum. Og þá getið rissað upp þetta með einföldum hætti. Sjá, þetta hefur eitthvað fæst til hjá mér. Svona.
hér í B-lið þá sem sagt talað að ef að við myndum afríða riðspennuna fullkomlega þá þyrftum við fleiri díóður, þá væri því að bæta þessum díóðum við myndina. Við sjáum hvernig það hefur þá verið gert hérna. Þá bara myndin í bókinni tekið fyrir það, þannig að þetta risa upp bara 3 sem sagt díóður ofanverðu hérna og neðanverðu, þá sjáum við hvernig hvaða díóðu vantaði nákvæmlega í afriðunina. Sniðugt. Það sem sagt spurt hérna hvert hlutverk zeta 1 sem senedíóðan í rásinni, og hún hérna að halda fastri spennu yfir viðnámið R6 sem að raungildi kemur inn á ásamt R7 og U-beis spennunar og R11, og hún býr í rauninni þá til svo kallað óskgildis spennu stýrirásarinnar. Þannig að hún hlutverk hennar að búa til óskgildis spennu fyrir reglunar rásina, og við sjáum það þessa spennu hérna, formúlu U-zeta þá sama spennan og spennudeilingin á UR6, UR7, U-beis og UR11. Og það þessi formúla sem við vorum að skoða. Ef ég hoppa bara aðeins hérna upp í myndina stutt, þá það þessi viðnám hérna, R6, R7, U-beis og R11, og það formúlan kemur fram hérna á myndinni. Og hún á myndinni þarna í bókinni hérna, mynd 8.2, þá þessi formúla. Ok, þá skulum við skoða þetta áfram. Hvert svo hlutverk SCR2 á mynd 8.4? Við fórum líka yfir þetta í síðasta tíma, en ég skal aðeins skoða þetta aftur hér, því að við sjáum þetta SCR2 hér, og ef við stækkum þá ef að spennan verður einhver hluta vegna of há yfir segulvafi hérna, þá það skynjað hérna með þessum spennudeili hér R22, 23 og 24, og ef að spennan verður það há hérna yfir C8 að hún fer upp fyrir brotspennu þessa transistor 5, unitjóns og transistors, að þá fáum við stýrispennu inn á stýriskaut á þessum SCR2 sem að vera að spyrja og hann dregur þá úr þessari spennu eða segulmagnaströmmnum til þess að passa að við bara skemmum ekki kerfið hjá okkur, verður ekki ómikil strömmur hérna í segulvafinu, með því að þá tekur hann og leiðir hérna frá R19, hann tengdur hérna fyrir neðan R19 og leiðir hérna ströyminn gegnum D10 og hérna niður á mínusinn og í gegnum viðkomandi díóðu tilbaka. Þannig að, og svo kemur viðkomandi díóðu hérna ofanverðu með ströyminn í gegnum R19. Þannig að hann tekur í rauninni tilstorinn hérna SCR2 spennuna af stýrirásinni og náttúrulega segulmagn af afinu. Þannig að þá lækkar spennan niður og segulmagnaströyminn lækkar hægt og rólega niður. Þið munið að það segulorkan, hún heldur bara áfram að viðhalda strömmnum, og hvaða leið fer þá ströymurinn? Já, gegnum D7. Þetta þá sem við köllum strömskipti díóða í rásinni. Þá fer bara ströymurinn hringrásar hérna þar til að eðlilegt ástand komið aftur á. Þannig að þetta svar hérna var hér
að ég ætla aðeins að minnka þetta aftur. Við erum að svona þessa leiðina að þetta er hluti af varnarrás eða yfirrárasvörn fyrir segulvafið, og ef að spennan yfir segulvafið verður of há þá opnar Unit Johnson transistorinn transistor 5 og sendir púlsinn á stýriskauti SCR2 sem að lækka spennuna. Þá er hérna eftir síðasta blaðið og þá á teikna mynd af spennunni yfir segulvafið við eitthvað ákveðið opnuhorn, og ég ætla bara að setja hérna til dæmis opnuhorn 90 gráður eitthvað svoleiðis, og já, þá er þetta 60 gráður hver hóll hérna pluss 30 gráður hérna, þá er þetta 90 gráður, og hér lækkar straumurinn yfir þar til að spennan kemur stýripúls hérna, og við nýtum þennan bláa hluta af spennunni af þessari ófullkomnu afriðu spennu, þannig að straumurinn hækkar eitthvað aðeins og síðan dvínar hann hérna eitthvað aðeins niður, svo hérna endurnýjar hann sig aftur hérna straumurinn og síðan dvínar hann. Og þið munið það að, og þið sögðu áðan, að straumskiptidíóðan, hún tekur við af týristornum að leiða frá því að spennan frá spennugjáinu fer hérna niður í 0 og þar til að við fáum aftur spennu frá spennugjáinu og endurnýjaða segulorku þar að leiðandi inn á segulvafið. Þannig að þessi slaufusí hérna héðan frá og hingað segir okkur hversu lengi straumskiptidíóðan er að leiða strauminn frá segulvafinu, og þarna á þessu tímabili þá er segulvafið spennugjafinn í rásinni gegnum straumskiptidíóðana. Og hérna niðri þá merkti ég á þennan slaufusíga að á þessu tímabili endurnýjast segulorkan í segulvafinu og svo kemur bara opnun á hornið, bíður eftir að fá aftur stýripúls, og ef að þéttirinn er fljótur að hlaðast upp þá fáum við hérna fyrr stýripúlsinn, sem sagt að opnar Unit Johnson transistorinn fyrr, og þá nýtum við meiri hluta af spennunni, og þá fengjum við meiri straum inn á segulvafið. Þá við það aðstæðu væri mikið álag á rafalan og kannski sérstaklega mikið spanálag til dæmis, því að meira spanálag krefst miklu meiri segulmagna straums til þess að halda upp í réttri spennu. Það er aðalega það sem að krefst mikil segulmagna straums, það er spanálag, hafa marga mótora í gangi. En ef að það er lítið álag á rafalan, þá væri við kannski bara með síðasta hólinn til þess að halda upp í spennunni réttri, eða þá bara part af síðasta spennuhólunum hérna. Ok, þið eru konið með þetta? Já. Gott mál. Síðan er hérna teiknað mynd af straumnum í gegnum segulvafið, sama opnunarhorn og notaðir í lið A, og já, við getum tekið bara annað. Þetta er reyndar ekki alveg það sama, en það var bara, hérna er bara búið að bæta við straumnum, skiljið. Þannig að bæði svörin eru í rauninni inn á þessari mynd. Já. Allt í góðu lagi. Og hinn myndin hérna niðri, hún er bara það er kannski eitthvað aðeins reglulegri spenna, örlítið betri mynd,
en ég veit ekki, það náttúrulega straumurinn hann jú, það getur vel verið hann færi bil þetta, en við eigum til sveiflusjármynd af svona straum